Í þessari kynningu verður farið yfir rammaluta aðalskipulags fyrir Keldur og nágrenni sem nú er í kynningu á vinnslustigi. Hægt er að kynna sér tillöguna og fylgiskjöl hennar á skipulagsgátt.is, vef Reykjavíkurborgar og á opnum húsum sem haldin verða á tilraunastöð Háskóla Íslands á Keldum í lok ágúst. En við skulum byrja á því að fara yfir hvernig verkefnið hefur þróast og hvar það stendur í dag. Rammaluti aðalskipulags fyrir Keldur og nágrenni byggir á vinningstillögu arkitektastofunnar FOIAB ásamt verkfræðistofunni Ramboll en sú tillaga hlaut fyrsta sæti í alþjóðlegri samkeppni árið 2023 þróun Keldnalands og nágrennis. Samkeppnin var samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og Betri samgangna í samræmi við viljayfirlýsingu þeirra á milli samstarf fyrir þróun uppbyggingar Keldna og Keldnaholts sem og flýtingu borgarlínuleiðar inn á svæðið. Í viljayfirlýsingunni voru sett fram mjög metnaðarfull markmið og í samkeppninni var leitað að hæfustu ráðgjöfum sem hefðu raunhæfar hugmyndir hvernig mætti ná þessum markmiðum í nýju hverfi. Á grunni viljayfirlýsingarinnar og vinningstillögunnar hófst þá vinna við að útfæra skipulag fyrir svæðið. Rammaluti Keldna, sem nú er kynntur, í samræmi við landsskipulagsstefnu, svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og almenn markmið aðalskipulags Reykjavíkur til ársins 2040. Í þessum skipulagsáætlunum eru sett fram metnaðarfull markmið aukin gæði í hinu byggða umhverfi þéttbýlis, lækkun kolefnisspors, vistvænni samgöngur, húsnæði fyrir alla félagshópa og sjálfbæra þróun samfélags og byggðar. Rammaluti aðalskipulags byggir á þessum markmiðum og í raun ítarlegri útfærsla af aðalskipulagi. Í rammalutunum sett fram framtíðarsýn og lagðar meginlínur fyrir þróun tiltekins svæðis, í þessu tilfelli svæði Keldna og nágrennis. Við gerð deiliskipulags þarf svo að fylgja skilmálum rammahlutans og virka rammahlutinn því sem brú milli aðalskipulags og deiliskipulags. Undirbúningur rammahlutans hófst með greiningarvinnu árið 2021 og með umræddri viljayfirlýsingu árið 2022. Í kjölfarið var haldið skipulagssamkeppni og skipulagslýsing kynnt haustið 2024. Eftir það hófst vinna við gerð vinnslutillögu rammahlutans sem nú er í kynningu og íbúum og hagsmunaaðilum gefinn kostur á að koma með athugasemdir. Vinnslutillagan verður kynnt á opnu húsi í tilraunamiðstöð Háskólans á Keldum í ágúst 2025. Unnið verður úr athugasemdum áður en tillagan fer í formlegt auglýsingaferli. Þar gefst til almenningi aftur kostur á að koma með athugasemdir sem verður formlega svarað áður en tillagan verður samþykkt. Rammaluti aðalskipulags bindandi fyrir gerð deiliskipulags, uppbyggingaráfanga, hönnun gatna og almenningsrýma sem þýðir að hann hafi mikil áhrif á þróun svæðisins. Með rammalutanum 5 fylgirit auk viðauka. Fyrstu 3 eru þróunaráætlun, samgönguskipulag og hönnunarhandbók þar sem stefna ákvæði rammalutans og möguleg uppbyggingur nánar útfærð. Farið yfir helstu atriði í þessum 3 skjölum í annarri kynningu sem aðgengileg á vef Reykjavíkurborgar. Umhverfismat aðalskipulagsbreytingar sett fram í fylgiskjali 4. Auk þess fylgja viðaukar, fornleifaskráning og húsakönnun með drögum aðalskipulagsbreytingu. Mikilvægt að kynna sér þessi fylgiskjöl samhliða aðalskipulagsbreytingunni. En nú skulum við halda á skipulagssvæði Keldna. Keldnalandið á þróunarás borgarlínu sem liggur frá Örfirisey að Keldum í Reykjavík og heldur þaðan áfram inn í Mosfellsbæ. Á kortinu má sjá meginleiðir almenningssamgangna og borgarlínu ásamt helstu þróunarsvæðum í Reykjavík. Uppbygging á þéttum og gönguvægum þróunarsvæðum við borgarlínustöðvar eins og á Keldum lykilatriði til þess að skapa farþegagrunn fyrir borgarlínu þar sem stöðvar verða í göngufæri fyrir fjölda íbúa og vinnustaði. Heildarstærð skipulagssvæðisins 150 hektarar en þar af 117 í landi Betri samgangna. Mörk uppbyggingarsvæðis samkvæmt núverandi tillögu nær hins vegar aðeins yfir 72 hektara og því verður umtalsvert land í kringum byggðina áfram opið grænt svæði. Skipulagssvæðið skiptist upp í 3 hverfi, Keldur, Hæðin og Korpa. Á landi Keldna eru verndarsvæði, grænir jaðrar og gróðursvæði sem mikilvægt að halda í. Grafarvogur innan Gullinbrúar nú í friðlýsingarferli þar sem horft til þess að vernda til framtíðar náttúrulegt ástand vogarins og líffræðilega fjölbreytni hans, þar með talið mikilvægar fjöruvistgerðir, búsvæði fugla og óspillta leiru.
Áin Korpa afmarkar svæðið til austurs ásamt 200 metra breiðum bakka beggja vegna árinnar sem á náttúruminjaskrá. Hún þykir fögur og góð laxveiðiá með gróna valllendisbakka. Á kortinu eru einnig merktar fornleifar og núverandi húsaþyrpingar. Í tillögu að rammahluta er lögð áhersla á að halda í þau gæði sem felast í náttúru og útivistarsvæðum við keldur og nágrenni og núverandi húsnæði eins og kostur er. Markmið við gerð rammahluta aðalskipulags fyrir keldur eru meðal annars að þétta byggð og nýta betur land og innviði, byggja upp svæðið samhliða gerð borgarlínu, skapa sjálfbært hverfi með blandaða byggð og fjölbreytta ferðamáta, efla húsnæðismarkað, mynda öfluga atvinnukjarna, taka tillit til aðliggjandi byggðar, náttúru og útivistarsvæða, skapa fjölbreytt almenningsrými, innleiða blágrænar ofanvatnslausnir og styðja við markmið ríkis og borgar kolefnishlutlaust samfélag. En nú munum við fara yfir þær breytingartillögur sem lagðar eru fram í aðalskipulagsbreytingunni. Á þessu landnotkunarkorti má sjá hvernig keldur og keldnaholt voru skilgreind fyrir gerð rammahlutans og breytingu á aðalskipulagi sem miðsvæðin M4C og M4D. Á M4C keldum var gert ráð fyrir íbúðabyggð með tilheyrandi hverfiskjarna og samfélagsþjónustu, en á M4D í Keldnaholti var aðeins gert ráð fyrir uppbyggingu atvinnusvæðis en ekki íbúðabyggð í samræmi við stefnu að fjölga störfum í austurhluta borgarinnar. Með gerð rammahlutans hefur landnotkun á svæðinu verið skilgreind nánar og skipt upp í íbúðabyggð, miðsvæði, samfélagsþjónustu, verslun og þjónustu og opin svæði. Gert er ráð fyrir að á Keldnaholti rísi einnig nýtt hverfi með blandaða byggð íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Verslun og þjónusta verður á jarðhæðum meðfram borgarlínu og stærra verslunar- og skrifstofuhúsnæði næst borgarlínustöðvum þar sem aðgengi er best. Gert er ráð fyrir það bil jafnmikilli aukningu í magni atvinnuhúsnæðis í rammahlutunum og áður var gert ráð fyrir í aðalskipulaginu sem mun fjölga atvinnutækifærum í Austurborginni og skapa meira jafnvægi á dreifingu íbúa og starfa. Keldnalandi mun rísa blönduð og fjölbreytt íbúðarbyggð með allt að 5.800 íbúðir sem mæta breytilegum þörfum eftir fjölskyldugerðum, sambýlisformum og ólíkum lífsstíl íbúa. Skólahverfin verða 3 talsins með framboði leikskóla og grunnskóla eftir þörfum. Félagsleg blöndun verður tryggð þar sem 35% íbúðarhúsnæðis verða hagkvæm, óhagnaðardrifin og eða reist á félagslegum forsendum. Hugað er að samspili nýrrar íbúðarbyggðar við nærliggjandi gróin hverfi, sér í lagi á norðurjaðri skipulagssvæðisins við Folda og Húsahverfi, þar sem haldið verður í græn svæði og tryggt að fjarlægð milli nýrra og fyrirhugaðra bygginga verði ekki undir 50 metrum. Markmiðið er að minnst 25% af uppbyggingasvæðinu verði nýtt fyrir atvinnuhúsnæði. Í þróunaráætluninni er gert ráð fyrir að 5.500 til 7.500 manns starfi á svæðinu, þar með talið í skólum og félagsþjónustu. Hvert hverfi hefur sérstakar áherslur hvað varðar atvinnuþróun byggðar á núverandi atvinnustarfsemi og stofnunum sem og náttúru og staðháttum á hverjum stað fyrir sig. Þannig þróast atvinnustarfsemi í hverfi Keldna í tengslum við tilraunastöð Háskóla Íslands og rís þar grænn þekkingarkjarni, á meðan að hverfi Korpu sækir innblástur í ána og umhverfi hennar með miðstöð afþreyingar og heilsuræktar, en á hæðinni rís þjónustu og menningarmiðstöð sem tengir hverfin þrjú saman. Höfuðáhersla er á að skipulag Keldnalands sé samgöngumiðað og stuðli að notkun vistvænna ferðamáta sem verði fyrsti valkostur íbúa hverfisins. Á svæðinu verða 3 borgarlínustöðvar í mesta lagi í 400 metra göngufjarlægð og þétt net göngu- og hjólastíga. Bílastæði verða í 6 samgönguhúsum víðs vegar hverfið sem stuðla að samnýtingu íbúa, samstarfsfólks og gesta á bílastæðum og mannlífi á götum. Með samnýtingu bílastæða, stæðum fyrir deilibíla og samgöngustefnu sem stuðlar að breyttum ferðavenjum er hægt að draga úr bílastæðaþörf. Auk þess verður boðið upp á aðgengileg og örugg hjólastæði í hjólageymslum og við innganga bygginga.
Í rammahlutnum lögð mikil áhersla á að halda í núverandi græn svæði í kringum og innan skipulagssvæðisins, skapa aðlaðandi umgjörð útivistarsvæði í kringum byggðina og áhugaverðar tengingar við græn svæði sem fléttast inn í byggðina. Aðgengi að útivistarsvæðinu við Grafarvoginn, meðfram Korpu, Kálfamóa og skíðalyftu við Húsahverfi, batnar með bættum stígatengingum. Í rammahlutnum gert ráð fyrir blágrænum ofanvatnslausnum sem beina ofan vatni eftir náttúrulegum farvegum á yfirborði þannig að það sitrar ofan í jarðveginn í stað þess að leiða það í lagnir neðanjarðar. Ávinningur blágrænna ofanvatnslausna margþættur, svo sem hreinsun ofanvatns, grænna umhverfi, aukinn líffræðilegur fjölbreytileiki, minni flóðahætta og aukin kolefnisbinding. Í hönnunarhandbók sem fylgir með rammahlutnum settar fram leiðbeiningar fyrir gerð deiliskipulags og hönnunar á svæðinu til að tryggja gæði byggðarinnar, svo sem hvað varðar skala, útlit bygginga, birtuskilyrði, jarðhæðir, garða og efnis- og litaval. Utandyra áhersla á skjól, gróður, blágrænar ofanvatnslausnir og vandaða hönnun lóða og almenningsrýma. Byggingar verða almennt á mannlegum skala eða 3 til 5 hæðir, hæstar upp í 6 hæðir við stöðvatorg og borgarlínustöðvar en lækka niður í 2 til 3 hæðir við jaðra byggðarinnar. Hæðir bygginga taka mið af afstöðu sólar og helstu vindáttum til að skapa sólrík og skjólgóð útisvæði og bjartar íbúðir. Hér þá loks tekin saman helstu umhverfisáhrif breytinga, en á kortinu má sjá afmörkun uppbyggingarsvæðis samkvæmt tillögunni merkt inn með gulum lit, lögð ofan á afmörkun á miðsvæðum fyrir breytingu sem hvít með svörtum skálínum á kortinu. Helstu breytingar sem gerðar á aðalskipulaginu með gerð rammahlutna fyrir Kelduna og nágrenni þá eftirfarandi. Fótspor byggðarinnar minnkar og græn svæði stækka samanborið við afmörkun á miðsvæðum M4C fyrir Keldur og M4D fyrir Keldnaholt. Gert ráð fyrir svipuðu byggingamagni þannig að byggðin verði þéttari og minna land tekið undir byggð en meira af grænum svæðum skilið eftir á jöðrunum. Þetta dregur úr kolefnisspori byggðarinnar, gerir hverfi gönguvegna og styður við vistvæna ferðamáta, félagsleg samskipti og bætir lýðheilsu. Í stað þess að gera ráð fyrir hreinu atvinnusvæði á Keldnaholti gert ráð fyrir að þar komi blönduð byggð íbúðar og atvinnuhúsnæðis líkt og við Keldur. Gert ráð fyrir nánast jafn mikilli uppbyggingu á atvinnuhúsnæði og í aðalskipulagi Reykjavíkur til 2040 þegar það var staðfest sem styður við markmið fjölgun starfa austan Elliðaáa. Atvinnuhúsnæði verður fyrst og fremst í nálægð við borgarlínustöðvar þar sem það gott aðgengi við vistvæna ferðamáta. Þetta í takt við áherslur og þróun í skipulagi í dag. Slík blöndun byggðar styður við notkun almenningssamgangna og virkra ferðamáta, eykur mannlíf í hverfunum yfir allan daginn og rennir traustari stoðum undir verslun og þjónustu innan hverfa. Að lokum hvetjum við öll til að kynna sér aðalskipulagsbreytinguna betur og fylgiskjöl hennar sem aðgengileg á skipulagsgáttinni og vef Reykjavíkurborgar undir Keldur og nágrenni. Við bjóðum ykkur sömuleiðis velkomin og opin hús sem haldin verða á tilraunastöðinni á Keldum í lok ágústmánaðar 2025. Takk kærlega fyrir okkur.